Heil og sæl, kæru hlustendur og verið hjartanlega velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Gestur minn í dag frábær stelpukona sem heitir Inga Ingadóttir, sem kona margra hatta og mér langar kannski bara svolítið að leyfa þér að kynna þig. Já, takk fyrir og takk fyrir að fá mig. Ég heiti semst Inga Þóra Ingadóttir, 42 ára, stelpukona. Þetta er svo gott orð, stelpukona. Já, ég veit, elska. Já, ég á í rauninni mörg líf og búin að eiga það, en ég fæðist á Akranesi og móðir mín einungis 18 ára þegar ég fæðist. Ok. Og já, eiginlega bara stutt eftir ég fæðist þá hætta mamma og pabbi saman og ég bý á Akranesi og eitthvað í Borgarnesi og svo flyttum við í bæinn af því að mamma kynnist manni, fóstupabba mínum, þannig að ég fekk bara senda hann engil í líf mitt sem var æðislegt. Og já, síðan byrjar hann að vinna hjá utanríkisþjónustunni og við bara byrjum að flytja út um allt. En svona til að komast að því hver ég núna, ég semst mamma líka og 2 stráka og við búum í Belgíu. Já, við komum kannski að því af hverju við búum þar seinna. En já, ég íþróttakona og þjálfari og já, bara allt sem tengist heilsu svolítið bara mitt líferni og það sem að ég brenn fyrir að hjálpa fólki að bara vera besta útgáfan af sjálfu sér. Já, það æðislegt. En þú sagðir einhvern tímann þegar við vorum að undirbúa okkur að þú hefði verið í 13 grunnskólum. Mér fannst það aldreilegt. Það magnað. Já. Það segir bara hvað þú kannski fluttið mikið eða? Já, ég byrja heima í Landakotsskóla 5 ára. Þannig byrjar það og svo flytjum við til Þýskalands og ég þar í skóla, fyrir svo til Belgíu þar sem ég í 2 skólum og þegar ég byrja í frönskum skóla og kann ekkert tungumálið og ég man bara eftir ég var í stærðfræðitíma á frönsku og ég var erfitt með stærðfræði fyrir. Þannig að það var alveg bara ekki að gera sig. Þannig að þau færðu mig þá yfir í þýskanskóla þar sem að ég talaði þýsku. Flytjum síðan aftur heim til Íslands og já, þar ég í Grandaskóla og Hagaskóla. Svo flytjum við til Bandaríkjanna. Vá. Þar ég í 2 skólum líka. Þannig að maður svona alltaf nýja stelpan og ég var alveg feimin sem barn en ég þurfti bara svolítið að vera eiginlega ekki feimin, læra svolítið að ég mjög góð að lesa fólk og kynnast fólki og svona já, sem kemur sér vel í starfinu mínu líka. En já, þá erum við í Bandaríkjunum, síðan mamma og fóstupabbi að flytja til Danmerkur. Þá ég svona orðin unglingur og orðin svolítið leið á þessu flakki og sæki að ganni í íþróttafræði á Laugarvatni og fæ inn, sem sagt, bara 18 ára og fæ inn þar. Þannig að ég var yngsti nemandinn til að fá inngöngu á Laugarvatn. Og þar kynnistu við? Þar kynnist við, já. Þú varst á bekk á undan, einmitt. Já, þú varst bara 18. Já. Varstu þá búin með raun og veru undanfara þær kröfur sem þurftu? Já, það semst high school. Ég var líka ára á undan alltaf. Þannig að ég klára high school, alveg bara frekar snemma. 16 eða 17, svona tímalínan. En svo fer ég 1 ár í háskóla við búum í Washington og læri þar, tek svona einkaþjálfara gráðu. Og það í rauninni, ég hef alltaf verið í íþróttum, byrjaði 4 ára í fimleikum, fór sér verið frjálsar og mikið svona í keppni og mjög virk. En það eiginlega í Bandaríkjunum það sem ég fæ svolítið svona áhuga á að þjálfa og prógramma og svona hugsa svolítið út í það hvað hentar hverjum svona búa til prógram og hjálpa fólki þannig. Já, það byrjaði snemma. Já, en ég man samt eftir, svo þegar við byggum á Íslandi, ég á 5 bræður, sem sagt. Og ég var farin að þjálfa það út í garði eitthvað, þú veist. Og alltaf, þú veist, ef einhver var mér svo illt hér eða
var með eitthvað svona vandamál, þá var ég alltaf að koma með svör að reyna að hjálpa og eitthvað. Já, einmitt. Það er svona kennar í þér, þú veist, eða svona að vilja hjálpa og fræða og deila. Fóstupabbi minn sagði alltaf að ef ég myndi sjá hvolp út á götu sem ætti ekki heima neins staðar, myndi ég taka hann af mér og hjálpa honum. En hvernig er það þegar maður flytur svona rosalega mikið? Þú veist, varstu alltaf bara, þú veist, náður alltaf að tengjast nýju fólki eða varstu svolítið bara svona hvort sem að fara að flytja aftur? Eða? Maður er alveg svolítið rótlaus og ég finn það sjálf þegar ég er fullorðin þá að því að nú er ég náttúrulega á flakki með mína fjölskyldu. Maður svona, að því að það er bara það sem maður þekkir en maður er alveg smá rótlaus þó að Ísland sé alltaf heima, alltaf. Og ég held að það sem hafi bjargað mér svolítið varðandi vináttu og svona að tilheyra einhverjum vinkonahóp eða eitthvað svoleiðis við fluttum síðan aftur til Íslands þarna í millitíðinni, þannig ég náði smá part af grunnskóla og svo hagaskóla og þar eignaðist ég svolítið svona kjarnahóp. Ég var einmitt að hitta þær í gær og ég var svolítið búin að missa samband við þær en svo flutti ég aftur heim og þá bara svona, ég vissi að þær var að vinna í ákveðinni sjoppu og ég fór bara, ég mætt, og við bara, það var eins og ég hef aldrei farið og við höfum svolítið haldið hópinn. Þannig að ég hef alveg svona æsku vinkonu líka sem er mjög dýrmætt. En þetta hefur mótað mig samt á mjög góðan hátt og ég er rosalega þakklát svona að líta tilbaka. Maður lærir, eins og ég segi, mjög mikið svona að lesa fólk og að svona blandast inn í einhvern veginn og maður náttúrulega þekkir fólk út allan heim sem er bara dýrmætt líka og kynnast svona öðruvísi menningum og alls konar. Það er náttúrulega ótrúlega dýrmætt. Ég mitt ólst upp í Svíþjóð og ég hefði ekki viljað sleppa því. Þú veist að það er tvennt ólíkt einhvern veginn. Og svo sé ég það núna á strákunum mínum. Eldri minn er 16 ára og ég spurði hann einhvern tímann, ef við flytjum næst, hvert myndirðu vilja fara? Myndirðu vilja fara til Íslands? Eða þú veist, að því hann bjó á Íslandi til 5 ára. Og mér var svo minnist þetta að hann sagði, bara prófa eitthvað nýtt. Þú veist, þannig að hann er líka svona, heimurinn er svo lítill fyrir okkur. Einmitt. En núna finn ég að Ísland er aðeins að kalla á hann. Að ég held að hann vilji bara svona, hann er svo mikið svona people's person eða hún er svo mikið félagsvera og hérna á Íslandi er svona aðeins, þú veist, hvað ég segja, kannski hann gæti verið aðeins frjálsari. Með að koma sér á milli staða og svona. Auðvelt að fá kannski vinnu sem úlingur. Já, og svo líka með tungumálega því að eins og við búum í Belgíu eins og ég sagði áðan en við kannski tölum ekki alveg 100% tungumálið þó að hann er í handbolta og það er á hollensku eða Dutch, belgísku. Þá er bara öðruvísi að tala sitt eigið tungumál. Og svona öðruvísi tenging. Það er einmitt svo gaman að maður kemur heim og mér finnst geggjað að fara út í búð og bara tala við alla. Eitthvað sem okkur finnst svo sjálfsagt. Ég veit það. Maður alveg kann að meta Ísland á annan vegur sko. Og ég er miklu duglegri að ferðast landið heldur en margar vinkonur mínar. Þannig, það er mjög dýrmætt. En gaman. En líka eitt kannski, þegar þú flytur svona rosalega mikið sem barn, þú segir að þú hafur alltaf verið að æfa íþróttir, en varstu þá bara að prófa nýja íþrótt á hverjum stað, eða hvernig er ekkert erfitt að koma sér inn í eitthvað? Ég prófaði eiginlega allt og mér finnst öll hreyfing bara geggjuð. Ég var í fimleikum, eins og ég sagði, byrjaði í Þýskalandi og kom síðan heim, hélt áfram í fimleikum. Svo svona í kringum 14-15 þá það er mjög svona algengur aldur að flosna upp úr. Að fór ég í frjálsar og síðan hélt ég því áfram í Bandaríkjunum líka. Var hann alveg komin á mjög flott svona level í því í spretthlaupunum. Ég er svona meira í power stuttum. Spretthlaupum og grindahlaupum og svoleiðis. En svo fór ég bara snemma að lyfta og gaman að
svona líkansrætt og já, kom síðan aftur heim, fór að keppa í fitness og eitthvað svona að því ég var að vinna sem einkaþjálfari og ég hef alltaf verið rosa dugleg að prófa svona ýmislegt á mér sjálfri áður en að ég kannski er með eitthvað sem er að keppa í fitness og er að þjálfa, þá vil ég prófa sjálf. Hvað lærðir að því að taka þátt í fitness? Ég lærði nú til dæmis að það væri ekkert rosalega hollt fyrir líkamann. Svona allar öfgar náttúrulega eru ekkert rosalega góðar fyrir líkamann. En þetta þarf alveg gríðarlegan aga líka og ég lærði bara hvað er hægt að gera með mataræði og bara réttum hreyfingum. Hvað er hægt að móta líkamann. Já, bara með aga og mataræði og lyftingum. Á þessu tímabili, er það ekki rétt hjá mér, þá varstu einhverjum svona tónlistarmyndböndum og eitthvað líka? Já, heyrðu, ég var í hljómsveit. Ég var í hljómsveit sem hét þá, Love Guru All Stars og við túruðum alveg út allt Ísland. Hann í 3 ár. Vá, þetta var svona langur tími. Já, þetta var ekkert smá skemmtilegt. Og svo var ég í smástund líka í Mercedes Club. Alveg rétt. Alveg rétt. Já, það var einmitt, hét þá Inga Wonder. Skemmtilegt tímabil. Já, og svo byrjaði ég að þjálfa í bootcamp. Og þar eru náttúrulega Annie og Katrín og allar þessar stjörnur okkar. Fékk að þjálfa þær bara 15, 16, 17 ára voru þær þá. Já. Og við vorum svo dugleg, þetta er svo minnstætt tímabil og svo skemmtilegt tímabil og þar fáum við svolítið svona hvað ég segja, kannski aga en líka svona, þetta var svo skemmtilegt, við vorum svo stór hópur og vorum alltaf að svona augra okkur eða finna eitthvað svona ekstrím til að gera. Þú veist, við fengum vorum við svona herþjálfun sem hét á Hell Weekend, fengum menn sem voru í hernum út í Flórida, komið til Íslands og sett okkur í gegnum Hell Weekend. Það voru 36 klukkutímar bara af alls konar æfingum, hlaup upp Esjuna og fórum á svæðið annað sem sérsveitin notar í Hvalfirði, vorum út á Nauthólsvík, fórum í sjóinn þar og vorum með alls konar drumba og þetta var alveg bara rosalegt. En ég man bara, mér fannst þetta svo geggjað og ég bara var aldrei þreytt og eftir þetta voru þeir líka bara, þú ert bara ennþá brosandi. Já. Ég bara fæ svo mikið svona út af því að augra mér og gera svona eitthvað erfitt og klára það. Það alveg bara nærir mig þó að það sé erfitt en það er bara ótrúlegt hvað þó að líkaminn sé búin að gefast upp, þá er hausinn sem skiptir máli. Já, þú getur sér nýttir það líka sem þjálfari. Algjörlega. Þannig að það nýtist mér alveg vel eins og að vinna með íþróttamönnum sem eru svona toppleveli að reyna að hjálpa þeim svona með hugarþjálfun og þannig. Og í bootcampinu og þessu, kynnustu þá Arnari eða? Já. Manninu þínu. Já, fyrsta date okkar er með Hell Weekend. Nei, þetta er romantist. Já. Hann er þá nýfluttur heim frá Bandaríkjunum og kemur á bootcamp-æfingu og já, ég er þjálfarinn hans. og bara okkur líst svona rosalega vel á hvort annað og það var engill nummer 2 komin í líf mitt. Fáum svona alls konar engla inn í líf okkar, finnst mér. Og já, hann er 4 árum yngri en ég. Þetta var annars skemmtilegt tímabil. Við búum þá í Vesturbænum, amma býr fyrir ofan okkur og við búum niðri. Svo eiginlega bara 2 árum seinna eignumst við Viktor okkar. Sem er 16 ára í dag. Jeps. Það var skemmtilegt ævintýri. Og svo eru þið heldur betur búin að skapa ykkar ævintýri saman. Já. Ýmislegt. Þið fóruð nú í crossfitið.
Já, svolítið snemma. já. Ok. Sko, bootcamp náttúrulega þegar Anný vinnur og þá er 2009. Elvar Þór, manstu eftir honum? Já. Já. Hann náttúrulega var að keppa líka á heimsleikunum Alveg og Sveinbjörn. Já, einmitt. Þannig að þá fer þetta svolítið að ekki beint svissast yfir en þau stofna CrossFit-stöð innan bootcamp. Já. Og Anný svona eiginlega tekur okkur í gegnum smá svona level 1. Level 1 er þess að sem að maður tekur til þess að verða CrossFit-þjálfari og við bara svona svolítið förum meira aðeins yfir í CrossFit-ið. Þó að ég var alltaf að þjálfa bootcamp líka. Mér fannst þetta rosalega gaman að þjálfa. Það var hérna tímar sem hétu grænjaxlar sem var svona fyrir fólk meira alveg á byrjunarstigi eða í ofþyngd eitthvað þannig og mér fannst það alltaf gefa mér rosalega mikið. Sem fólk segir að sjálft sig. Algjörlega. Þannig að það heit CrossFit stöðin og svo fyrir ég yfir í CrossFit Kötlu og Katrín og ég erum að þjálfa þar með Ómari. Katrín Tanja. Já. Ómari. Og þar fyrir ég líka að vinna með Gurri, hérna Biggest Loser. Gurri Torfa? Já, og hún er með námskeið sem heit Nýtt líf, sem var svona svolítið hugsað fyrir fólkið í Biggest Loser. Þú veist, þegar það datt út, þá var þetta eitthvað svona framhald fyrir þau og bara fyrir alls konar fólk. Að glíma við alls konar vandamál og í ofþyngd og mér fannst það alltaf alveg dásamlegt. En já, er hann í CrossFit Kötlu og maðurinn minn er að klára lögfræði. Svo fáum við eiginlega boð að flytja til Luxemborgar að reka CrossFit-stöð sem að Íslendingar áttu þar. Þannig að hann er nýbúinn að klára lögfræði og ég var þá að fljúga hjá Vá og að þjálfa svona í alls konar og við bara sláum til. Já, Flytjum bara út. Hvað ár er þetta? Þetta er 2015. 2015. Já. Þannig að við giftum okkur þannig bara rétt áður en við förum og maðurinn minn var í CrossFit liði og þau eru að fara að keppa á CrossFit Games hann á 2015. En við vorum einmitt saman í liði að keppa á CrossFit Games 2013. Vá. Já, geggjað að fengi upplifa það. Já. Ég keppi 2011 og svo keppum við bæði einstaklings á Regional 2012 og svo keppum við saman á Games 2013. Svo fer hann í lið 2015 líka. Já, geggjað. Ég var einmitt úti 2011. Já. Þá var ég varamaður í liðinni CrossFit Sport. Því. Þannig að geggjað að fá að upplifa þetta. Sko. Já. Þá var hann að Regionals í Bolton. Bara... Utandyra. Já. Það er skemmtilegt. Já, alveg rétt. Vá, hvað tíminn líður. Já, ég veit það. En skemmtilegt. Já, þannig að þið flytið til Luxemborg og bara rekið þessa stöð alveg heillengi. Já, við erum þar í 3 ár. Þar 3 ár. Og hvernig er það? Að fara alltaf í einu hinum megin, að vera að sjá rekstur, er það allt annað en að vera... Það er alveg allt annað. Að þurfa að hugsa sko, að vera með þrif og að manna tíma og að því að í rauninni mín svona köllun og það sem ég brenn fyrir er að þjálfa. Yeah. Þannig að þetta var svona aðeins öðruvísi upplifun en við vorum svo dugleg, góð að vinna saman. Hann Arnar maðurinn minn kannski meira sá bara rekstra hliðina á meðan ég var meira inn í þjálfunni og svona að þjálfa þjálfarana og svona að passa allt að við séum svona samrýndur hópur og svoleiðis. Þannig að við náðum að nýta okkar styrkleika vel. Þar eignust við barn númer 2, Alex Þór, hann er 9 ára í dag. Já, við erum hann í 3 ár og svo finnum við bara svolítið að við viljum fara að breyta til. En já, það er samt alveg gaman að segja frá því að innan CrossFit höfum við verið í alls konar. Ég var aðeins í level 1 líka, að þjálfa level 1.
í nokkur skipti. En svo var það bara of mikið að vera að fara hverja einustu helgi með lítið barn. Já. Var það bara allan heim þá? Já, mikið til Þýskalands og Englands og út allt. Og maðurinn minn, hann var, það kallast Regional Director, hann sem sagt bara sá regionals keppni sem var í Berlín 2018, var bara yfir og stjórnaði því. Þar fékk ég að vera í demo team. Sem þýðir hvað fyrir þá sem veit ekkert? Já, demo team þá svona, yfirleitt það rosa flottir íþróttamenn sem fá að vera í demo team, en þetta sem sagt bara til þess að vera með sýningu á æfingunum sem að verða í keppninni. Og regionals sem sagt stig í áttina að því að komast á CrossFit Games. Sem heimisleikarnir oft kallað. Já. En við finnum bara svolítið að við viljum fara að breyta til, kannski það rótleysið í mér, ég veit ekki. En Ameríka svolítið svona kallaði á okkur, pappans Arnars eða tengdapabbi minn, hann býr í Bandaríkjunum á fjölskyldu þar og hugmyndin að við förum til Víetnam af því hann með fyrirtæki í Bandaríkjunum sem með rekstur eða framleiðslu í Víetnam. Þannig að við flytjum til Víetnam til þess að hjálpa við að stækka framleiðsluna þar. Ég gerði nú ekki mikið af því, það var aðalega maðurinn minn. En hugmyndin var að síðan fá svona transfervísa leyfi til þess að flytja til Bandaríkjanna. Þannig að við vorum svona í því ferli og fengum hana ári í Víetnam sem bara geggjað ævintýri. Já, það ekki. Svo allt öðruvísi. Allt öðruvísi. Bara allt sem þú þekkir, bara gleymdu því. Ég man eftir einhverju vídeói sem þú settir þegar þú voru að fara að þvo fötin ykkur eða eitthvað. Ég var nefnilega svolítið dugleg að setja inn á Snapchat á þessum tíma. Bara þið voru með einhverju ferðartösku á einhverju vespu eða eitthvað, svo fóru bara líka við eitthvað heimahús. Við ákvaðum bara að vera eins og innfæddir og bara ferðast á vespu og ég var með litla minn, hann var ekki orðinn 2 ára, hann var bara í magapoka á vespunu, kannski sumir fór sjokk núna, en maður sá ótrúlega hluti fólk bara með heilu ísskápana á þessum hjólum og ég sá 5 manna fjölskyldu og konan var að gefa brjóst á meðan Þannig að þetta var alveg þvílíkt ævintýri og mér fannst bara að ég yrði að deila þessu með öllum hérna á Íslandi og vinum mínum. Þannig að ég var dugleg að taka upp. En já, við fórum hana bara eiginlega í heimahús og það var að þegar við byggum á hóteli fyrstu 3 mánuðina sem var alveg mjög svona skondið en það var nálægt vinnunni hjá Arnari. En svo fengum við hús svona aðeins lengra frá en ég var svo dugleg líka bara að nýta það að sýna strákunum mínum svona öðruvísi lífverðni og fórum til dæmis stundum að muna að leysingahæli það sem voru krakkar sem áttu ekki foreldrar og bara til þess að leika við þau og knúsa þau og svona aðeins að bara sýna þeim þessa hliði líka af heiminum. Og svo vorum við duglega að ferðast þarna líka og þetta var alveg skemmtilegt en mjög krefjandi líka. Vera með lítið barn, alveg ljósart lítið barn. Þetta var bara eins og að labba með Justin Bieber alla daga, skilur til að taka myndir og vídeo og þú veist, dásamlegt fólk, alveg bara. En þetta var svolítið svona, stundum svolítið mikið. Fengur kannski ekki þetta næði sem þið hefðu viljað eða svona? Já, við allt í lagi en við vorum einhvern tímann í dýragarði og þá fannst mér bara að flestir vera að horfa meira á okkur heldur en dýrin. Þetta var svolítið svona fyndið. En þarna var líka eiginlega fyrsta skipti sem ég var ekki að vinna. Ég var enda með Alex frekar lítinn en svo fór hann í skóla, enskumælandi skóla eða svona leikskóla og ég reyndar byrjaði að kenna íþróttir þar líka, litlu börnunum, 2 ári í viku eða svoleiðis. En samt í fyrsta skipti sem ég svona var einhvern veginn ekki að vinna, sem var alveg líka svolítið erfitt fyrir mig, svona að hafa svona mikinn tíma og bara
ok, en samt í Víetnam það öðruvísi, ég ekki bara að fara, þú veist, eitthvað mikið út, eitthvað ein, þannig séð. En ég var bara rosa dugleg að nýta tíman og hlusta á alls konar flott podcast og svona þess að vinna í sjálfur mér bara. Þannig að ég var líka mjög ánægð með það. En eftir á ekki hefði ég vilja reyna að njóta þess svona aðeins betur, ekki alltaf bara að hugsa, ok, hvernig þetta búið, þú veist. Já. Þetta bara að bíða eftir að geta flutt Bandaríkin. Já, svona smá. En já, þetta var samt alveg geggjaður tími og svo þegar sem sagt bara hringir Rogue í okkur, sem sagt Rogue Fitness sem bandarískt fyrirtæki sem að framleiðir búnað í líkamsræktarstöðvar og mjög áberandi í CrossFit heiminum. Mjög. Já, aðal styrktar aðili í til dæmis á heimsleikanum, sér allan búnaðinn og svoleiðis. Rosa flott og stórt fyrirtæki og þegar við svona fáum það boð, þau eru sem sagt með Evrópu headquarters, hvað heitir það á íslensku? Höfuðstöðvar? Já, einmitt, svona Evrópu höfuðstöðvar í Belgíu. Þá fann ég bara svolítið svona á manninu mínum hvað hann eiginlega svona lifnaði við. Í staðan vera að fara til Bandaríkjanna að vinna í fyrirtæki pappans, þá fannst mér svolítið þetta höfða meira til hans. Þannig að við bara, tókum boðinu og fluttum til Belgíu, sem alveg svolítið nálægt Luxemborg. Við höfum bara eiginlega gefið eða selt allt. Við fórum bara með 4 töskur til Víetnam. Já. En náttúrulega ef maður hefði vitað að maður væri að flytja bara við hliðina þá hefði maður kannski gefið það smá, en þetta var bara. Og þannig þið alltaf hefja nýtt líf eiginlega, hverjum stað sem þið flytjið á, bara alveg. Þá flytjum við til Belgíu, en fyrir mig var þetta mjög erfitt. Mér langaði, að því að við vorum svona næstum því komin heim, en samt ekki. Sem sagt heim til Íslands. Á þessum tíma langaði mér svolítið til Íslands. Bara saknaði fólksins og vina minna og maður var svona svolítið einn í Víetnam. Þannig að þetta var svona smá strempið þannig í byrjun, allavega fyrir mig og Arnar maður minn var að vinna rosalega mikið. Við vorum ekki með bíl fyrst þegar við fluttum og ég þurfti að hjóla alveg með strákana lengst í skólan og tilbaka og svo sækja það aftur og tilbaka. En svo fundum við fínasta hús og okkur líður mjög vel í því sem nær skólanum og það tekur bara alltaf minnstakosti ár að koma sér svona inn í á hverjum stað, bara skólan og bara communityið. En já, þá byrjar Arnar að vinna fyrir Rogue. Já. Og vinna þar enn í dag? Já, vinnur þar enn í dag og ég var ennþá ekki að vinna. Og ég var alltaf svo mikið að bara Ísland, mér langar svo til Íslands. En ég man eftir Arnar, hann sagði alltaf við mig, já en þú getur gert svo miklu stærri hluti hérna. Þú veist, heimurinn svo miklu stærri heldur en bara Ísland og mér fannst ég alltaf bara þurfa eða svona hafa meiri tækifæri og tengslanet og eitthvað svona hérna á Íslandi. En svo það þannig að ég fæ vinnu einmitt á Íslandi, Sandra Helgadóttir heitir hún var með svo flott námskeið sem heitir Absolute Training. Og ég sendi henni bara, þetta ótrúlega flott, mér finnst þetta ótrúlega flott prógramsár með eitthvað, ef þú hefur einhvern tímann hugsað að velja byrja svona í Belgíu, þá ég mjög áhugasöm. Svo bara byrjaði ég að þjálfa fyrir þær, svona online. Já, ég kem til Íslands, svo náttúrulega kemur COVID og allt þetta, en ég kem til Íslands þannig að sumarið þegar COVID 2020 og þá förum við í hringferð landið og erum að taka upp alls konar æfingar. Hann eftir þessi myndan. Það er flott með einhverja stangir bara út á einhverjum klettum. Ótrúlega flott. Þannig að ég á bara heilt YouTube fullt af einhverjum flottum
æfingamynd. Gaman. Skemmtilegt. Sandra er mitt búin að vera núna með litla guttan sín í ungbarnaseldi hjá mér á nokkrum námskeiðum. Þannig ég er búin að kynnast henni aðeins. En Hilmar, maðurinn hennar, er frændans Arnars. Ok, gaman. Já, Og hann var nú líka í CrossFit. Og það tengist þannig. Nákvæmlega. En já, þannig að ég er að vinna með henni og Láru Hafliða sem er líka ótrúlega flott. Og fleiri flottum stelpum. Og svo fæ ég boðum að vinna hjá Inga Torfa, ITS, Makros. Sem er núna komið Life Track appið. Algjörlega, yes. Þau er komið við til henni fyrra. Já, þau eru náttúrulega æðisleg, alveg dásaleg og er alveg hjá þeim. Já, allavega 2 ár. Já, ok. Hvað eru þið búin að búa lengi í Belgíu? 6 ár. Já, vá. Þannig að þá fer svona boltinn að rúlla hjá mér, en þetta er alltaf svona áfram á Íslandi. Og þegar ég einhvern veginn held ég bara sendi orkuna mína svolítið þangað. En svo fæ ég bara símtal hvort að ég hafi áhuga á að kaupa CrossFit-stöð út í Belgíu. Það var það sem sagt stöðin sem að bara ég var að æfa í sjálf. Og vissu þau hafa verið að reka stöð á þeirra svona? Já. En þetta er náttúrulega COVID, þannig að það eru 12 meðlimir eftir í stöðinni. What? Sko, COVID úti var miklu strangari. Sko, ég kaupi þessa stöð þá, slæ til, og með 12 meðlimi og þurfti bara strax að hafa lokað í 9 mánuði. Oh my. Já. En svo bara held ég áfram á drauð og núna erum við með hátt upp í 200 meðlimi. Okay. Já. Þannig að þetta er búið að vera mjög skemmtilegt ferli að eiga stöð sjálf. En náttúrulega líka aftur þá kemur að rekstrinum og svona þurfum við að hugsa aðra hluti en bara þjálfa. En ég þjálfa yfirleitt eitthvað á hverjum degi í stöðinni. Já, þú gerir það. Það er ekki. Já. Það er bara, mér langar það. Já. Og ég er með 10 þjálfara og reynir svona mitt besta að hafa góðan hóp og samrýndan hóp. En já, aðalvinna mín í dag er samt að ég er að vinna fyrir Mayhem sem að Rich Frowning á. Já, sem er bara eitt þekktasti crossfittari í heimi fyrir þá sem ekki þekkja þetta. Já, þannig sem er einhverja 12 titla undir beltinu. Vá. Hann vann hvað oft eiginlega? Já, hann vann einstaklings alveg 4 eða 5 sinnum eða 6 sinnum. Svona ómennskur bara þannig til hann hætti. Svo með liðinu og ég meina hann er ennþá í sturluðu formi. Já. Hvernig kom það til að þú fórst að þjálfa hjá þeim? Já, þetta er ég veit ekki hvort það er bara svona orkan sem ég hef síðan gefið út í heiminn, bara að vera tilbúin fyrir eitthvað það kemur allt til þín. Já, og líka mér langaði alltaf svo að finna einhvers konar tegund af þjálfun þar sem ég gæti haft áhrif á ekki bara þessa 2 tíma sem að einstaklingur er á æfingu, heldur líka svona hina 22 tímana. Sem skipta ótrúlega miklu máli. Já, og þetta prógram er bara akkurat þannig, en það var þannig að vinnur okkar sem heitir Facundo, sem er mjög virtur og flottur þjálfari innan CrossFit. Hann er sko frá Argentínu en hann býr út í Belgíu og við kynnumst honum á heimsleikunum 2011. Þá er hann bara í media team, hann er einmitt einn af þessum sem er búinn að bara vera í öllu. Haldum svo bara áfram með Facundo. Já, og það byrja eftir smá. Helmið. Það heyrst fram ástu mín. Þú verður bara að taka þetta aðeins af. Og svo getur þú farið til Bjarka, skan. Það er gaman hjá honum. Hann dreip með ég klippt út. Hann hérna. Hún er alltaf í símanum og hann bara eitthvað hlæja.
En já, hann var í media team. Já, hann er svona einn af þeim sem að er búinn að vera bara í öllu líka innan CrossFit. En svo fer hann að þjálfa hjá Mayhem, þessi Facundo. Og er að þjálfa einmitt liðið hans Rich og svo, já, hann á alveg bara rosa flotta sögu, er með rosa mikið af flottum íþróttamönnum. En allavega, hann mætir upp í Rók og talar við Arnar og segir bara, heyrðu, ég er að byrja hérna með nýtt prógram innan Mayhem og ég held að Inga myndi vera bara perfect fit. Þá var hann sérst að leita bara þjálfurum til þess að vera með honum. Og náttúrulega að fá svona eitthvað kall frá Mayhem, þetta var bara top of the top. Er það ekki? Jú, þetta var, mér fannst stundum svolítið ótrúlegt að hugsa út í svona lítil stelpukona frá Íslandi farin að vinna fyrir líka þess að finna því ég mann 2011 þá var ég í sem sagt á milli æfinga á heimsleikunum var ég í ísbaði með Rich Frowning í sama ísbaði og Jason Khalipa hana og hugsaði bara, vá, þetta er svo geggjaðir eitthvað íþróttamenn og mikið verið eitthvað gaman að þú veist, vera með þeim í einhverju liði eða eitthvað svona, þú veist, maður svona fyrir eitthvað að hugsa. Svo er ég bara að vinna fyrir hann í dag og einmitt Jason Khalipa er aðeins kominn innan sem er annar flottur íþróttamaður og Austin Malleol og þetta er allt svona flott nöfn í geiranum sem maður er að vinna með. En, Í hverju felst starfið þitt? Já, þetta sem sagt heitir Mayhem Performance Coaching og þetta er í rauninni, sko Mayhem er með rosa mikið af flottu svona bæði prógrammeringu fyrir CrossFit stöðvar og svo ef þú ert keppnismaður þá geturðu farið á svona alls konar þetta er í rauninni bara, hvað segir maður, svona eins og bloggprógram eins og margir er að bjóða upp á. En þetta er deild innan Mayhem sem er svona persónuleg prógrammering. Þannig að það virkar þannig að fólk sem hefur áhuga á að keppa eða þetta er reyndar alveg alls konar fólk, bæði fólk sem vill komast á heimsleikana og svo bara alls konar vill bara ná fyrsta muscle up eða vera betri í bara, ég með eina sem bara vill vera góð í að hanga, þú veist, þetta er bara alls konar fólk sem að skrái sig í þetta en við sjáum alveg bara alla prógrammeringu eða sem sagt alla hreyfingu sem þau gera og við erum með matræði og við erum með hugarþjálfun og bara svona allan 360 pakkan sem er mjög skemmtilegt. Þannig að þetta er svona aðal vinna mín. Ég er rosa mikið sitt fyrir fram tölvu sem ég kannski elska ekki en ég er rosa mikið að prógramma og taka fundi og já. Þú ert þá bara að spjalla við konan bara? Já, við erum með svona á 2 vikna fresti með fund bara af því að þetta sem sagt, er hugsað þannig að prógrammið henti lífi hvers og eins sem að skráa sig í þetta í staðan fyrir að þau þurfi að eru bara að lesa eitthvað blogg sem að margir geta séð. Þú veist, þá kannski ef það er eitthvað meiðsl eða við náttúrulega bara tökum hvern og einn og erum með rosa flott svona fyrsta spjall þar sem við förum yfir markmið og bara líferni og hversu mikinn tíma þau hafa, hvaða daga þau vilja æfa, bara alls konar sem við þurfum að vita til þess að geta búið til prógram sem bara hentar hverjum og einum. Þannig, til dæmis ef að þú vilt keppa þá horfum við á allt árið og veljum svona keppnir fyrir hvern og einn og hugsum styrkleika og veikleika og út frá því býja til prógram. Þetta er eitthvað skemmtilegt. Mjög skemmtilegt, já. Mjög skemmtilegt, en svo er ég svo heppin líka að ég fæ mikið að ferðast fyrir Mayhem, alveg bara gífurlega mikið.
sem þægilegur núna því að strákarnir mínir eru orðin aðeins eldri. Hvað sagðirðu að vera búin að vera 1 dag heima á síðustu 20 dögum? Jeps. Ég reyndar tók elsta minn með mér núna síðast til Mayhem. Þeir eru í Cookeville í Tennessee. 3 ári fer ég þangað af því að við erum með svona, það heitir Athlete Camp. Í rauninni hver og einn getur skráð sig. Þá er þetta bara svona helgin þar sem við erum með alls konar fyrirlestra og æfingar. Við erum með það skipt svolítið eftir hvar við erum í seasoninu. Eins og núna vorum við að klára og það var bara svolítið allt Open, CrossFit Open. Já, því það er að fara að byrja. Já, það er einmitt fyrsta stigið að þessum stiga er að komast á heimsmeistaramótið. En já, ég fer þangað 3 á ári og Mayhem er alveg geggjað. Þegar crossfittarar hann úti hafa mikinn áhuga á crossfit, þá mæli ég alveg með að fara þarna einu sinni og sjá þetta og sjá þetta community. Og þetta gym er náttúrulega bara flottasta sem ég hef séð. Já, er það bara stórt? Já, bara risastórt og mikið af flottum íþróttamönnum sem að æfa þarna. En já, ég fæ líka að ferðast ef það er til dæmis keppnir í Evrópu, Mayhem prógrammar fyrir margar þessar stóru keppnir. Þá fæ ég að fara og vera svona svolítið andlit Mayhems með Facundo einmitt og ég sé allar svona æfingar fyrir, við bjóðum alltaf upp á æfingar fyrir fólk sem er að horfa á sem heitir Spectator Workouts. Þannig að mér finnst rosalega gaman að fá að svona hitta bara communityið, bara fólki. Já, bara, þetta er bara dásamlegt sko, fá að gefa þeim góða upplifun og eða kenna þeim eitthvað eða gefa þeim eitthvað út í daginn. Það er bara dásamlegt. Og já, þannig að ég fæ að ferðast mjög mikið fyrir hönd Mayhem sem er bara þvílíkur heiður. En finnur þú fyrir samdrætti í CrossFit heiminum? Þú veist, maður er búið að heyra svo mikið að það sé að minnka, þessu færri að æfa CrossFit en voru. Alls þar, finnur þú líka fyrir því þar sem þú ert? Já, ég finn alveg, það er rosa mikið svona óvissa bara því að þetta er búið að vera svo langt ferli núna með söluna á CrossFit og hvað mun gerast og já, Ritz Frowning var einmitt svona bendlar við það líka að vera taka við þessu og fólk bara held ég er svolítið þyrsti að fá eitthvað sem það treystir, sem það veit hver er. En já, maður í rauninni veit voða lítið en þannig að ég finna aðalega kannski á CrossFit stöðum að þau eru svona bara svolítið að hugsa á ég að vera áfram CrossFit eða ekki. Og ég held að þessi stóru svona fyrirtæki eða kamp eins og það heitir, eins og Mayhem til dæmis og HWPO og Proven og þessi sem eru með svona online þjálfun og prógrammeringu, það hefur bara svolítið bjargað CrossFit finnst mér. Að þeir eru svo margir innan þeirra. Litlu stöðunar kannski bara hætta að heita CrossFit þó þær halda áfram að gera sömu æfingar. Mikið til. Það er ekki svolítið. Jú. En samt er alveg ótrúlegt eins og Evrópa er núna með flesta skráða í CrossFit Open. Þannig, já. Ok. Og það er hefur ekkert mikið, já ég held að sé bara jafnmargir búin að skrá sig núna eins og í fyrra. Já. Þannig ég held að fólk haldi í vonina að þetta verði áfram eitthvað gott og gott koma úr þessu en ég held samt að sko eins dásalegt CrossFit er og að búið að gera margt gott fyrir marga. Ég meina Mayhem væri ekkert Mayhem ef það hefði ekki verið CrossFit til dæmis en við þurfum ekki endilega á CrossFit að halda lengur. Þetta er bara orðið svo stórt. Ertu að meina þá CrossFit Headquarters því Battery? Já. Ég tók viðtal við Annie í fyrra og hún fór aðeins yfir þetta sem kom upp á heimsleikunum. Þegar fólk er forvitið að vita hvað er í gangi eða svona. Af því við erum til dæmis með eins og CrossFit stöðin mín er Mayhem affiliated eða sem sagt
ég er undir Mayhem að ég fæ programmingu frá þeim og þau svona halda utanum. Þau eru að bjóða upp á alls konar flottar nýjungar núna líka með að þú veist, bara hjálpa þér við reksturinn og alls konar. Þannig ég held að séu allir svona að já, vera tilbúnir bara ef CrossFit verður ekki lengur til dæmis. Þannig að það er aðalega það, sko. Svo náttúrulega komið alls konar þarna World Fitness Project og eitthvað annað sem var löngu komið sem ég man allt í einu ekki hvað heitir. Eitthvað svona Fitness Federation, þannig að International Fitness Federation. Það var keppt í svona CrossFit æfingum nema þær eru staðlaðar. Það er alltaf eins. Einmitt, já, ég man heldur ekki hvað heitir. Nei. En það er svo margt í búið. Nú komið Hyrox líka. En sko í rauninni eins og, já, við allavega hjá Mayhem, okkur finnst bara geggjað þegar kemur eitthvað svona nýtt og þú veist, ef það vekur áhugann hjá einhverjum sem er ekki vanur að æfa eða þú veist, hjálpar einhverjum til þess að finna gleðina í hreyfingu, þá finnst okkur það bara dásalegt. Þú veist, við erum ekkert eitthvað svona, Hyrox, glatað, þú veist. Okkur finnst bara geggjað það. Og ég held að Hyrox í rauninni sé að hjálpa CrossFit. Af því að margar CrossFit stöðar byrja með Hyrox innan stöðarinnar og fær þá bara, já, fleira fólk inn í stöðina og sem svo kannski vill prófa CrossFit líka í bland. Þannig ég held að við þurfum bara svolítið að passa okkur að vinna meira saman, ekki alltaf svona eins og CrossFit og WFP og allt þetta að vinna á móti hvort öðru. Ég held að þurfi aðeins meira svona samvinnu. Kannski þarf þá einmitt bara að skipta leiðtoga. Það þarf alveg klárlega. Svolítið þannig. En það er eitt sem ég langaði aðeins að nefna því að þegar við vorum aðeins að undirbúa okkur þá fannst mér svo ótrúlega fallegt þegar þú varst að tala um þegar þú varst ekki að vinna þarna í Belgíu fyrst, Víetnam fyrst og svo Belgíu. Að þeir hafi þótt það svo ótrúlega erfitt en að þú hafi svo bara einhvern veginn ákveðið að snúa þessu við og hugsa bara, þú veist, hvaða tækifæri hef ég? Mér finnst það svo, því ég heyri alveg þú ert með svo geggjaða hugarfar. Já, takk. Hvernig gerir maður þetta bara? Hvernig snýr maður vörn í sókn? Já, ég held að sé bara þegar maður er komin svona svolítið langt niður andlega, ekki, þú veist, bara svona með við mig, af því ég hef alltaf verið svona frekar jákvæð og já, bara glöð. Það er alveg mjög erfitt, eins og veist bara, maður eignast börn og maður svona svolítið missir sjálfa sig, maður er svo mikið mamma og pluss það einhvern veginn að flytja sko fyrir frama mannsins síns og maður er svolítið bara ok, hvað á ég núna að gera? Maður svona missir svolítið sjálfa sig sko og ég er ekki að gera neitt að viti í lífinu, ég er bara, þú veist, að passa að strákunum líði vel og eða þú veist, maður fer svona svolítið hratt í kannski smá svona niðurrif bara ef maður er ekki alltaf á fullu eða þú veist, ég veit ekki en ég ákvað bara já að þú veist, þegar mér leið bara alls ekki vel, mér langaði að vera á Íslandi, ekki í þessu Belgíu landi hérna, þú veist að ég væri bara miklu betri mamma, eiginkona já og ég þyrfti að setja öðruvísi orku út í heiminn ef ég ætlaði einhvern tímann að fá einhver tækifæri og ég þyrfti bara svolítið að ekki bara hugsa mér langar að vera í Íslandi, mér langar að vera í Íslandi heldur bara, ok, hvar er ég núna hvað hef ég upp að bjóða og já, þá bara einhvern veginn fór alltaf að smella sko já, en ég trúði ég náttúrulega líka bara að vera almennileg eða svona góð manneskja og gefa af mér, þú veist mitt motto er ef ég hitti eitthvað til langar mér að sem sagt að hvað ég segi þetta á ensku að ég er svona wanna leave him better than when I found him þú veist, þannig ég langar að gefa eitthvað af mér þú veist, hvort sem það er bros eða þú veist, hvað sem er allavega einhverjum líði vel þegar við segjum bye. Já, það er fallegt. Það hefur svolítið hjálpað mér í lífinu með bara alls konar tækifæri. Bara hey, myndið þú vilja vinna hjá okkur? Þú veist, það hefur einhvern veginn, svona allar mínar vinnur hafa komið frá svona boðum.
Já, eða þá að þú bara þarfir að stiga eins og þú sóttir vinnunar á Íslandi þegar þú varst að segja. Og læt bara svona svolítið vita mig bara heim, mér finnst rosa flott það sem þú ert að gera og bara ég hér. Þú ert hugrökk. Já. En mér finnst líka bara svo fallegt þegar svona hluti koma til manns einmitt. Það er örugglega bara svolítið eins og þú ert að segja, maður er búin að setja út einhverja ákveðna orku eða tíðni og bara... En svo hef ég líka þurft að fá ekki svona, hvað heitir það, imposter syndrom, að vera allt í einu bara partur af, flottustu þjálfurum í heimi sem er að vinna með mér. Að hugsa ekki, þú veist, af hverju er ég hér? Eða þú veist svona, það er alveg ástæða fyrir því að ég er þarna og maður þarf svolítið að minna sig á það og plús það að þetta er mjög karldóminerað, CrossFit þjálfarar eru flestir karlmenn svona innan sko sem er að vinna með afreks fólki í CrossFit. Það er reynda núna eins og Michelle Latendre og Caroline heita sem voru þjálfarar Pat Wellner og Jeff Adler. Þær eru konur og þær eru svona, svolítið flottar í þessu að ryðja brautina fyrir fleiri konur. En ég hef alveg þurft að svona grípa mig og sko ég hef aldrei fengið neitt svona frá, ég sést eina kona að vinna. Já. Og við erum 10 þjálfarar. Ég er eina konan. Ég hef svolítið þurft að grípa mig, þú veist, ég hef aldrei fengið frá þeim eitthvað svona, fundið eitthvað, hún er kona, þú veist, eða eitthvað svona. Þetta er meira bara frá mér, ætli þeir sé að hugsa að því ég er kona, eða, þú veist, þetta er svolítið svona self-inflicted, ég veit ekki alveg hvernig það er á íslensku, en allt svona mótlæti kemur frá sjálfum okkur, finnst mér. Þannig að maður þarf svolítið að passa sig á því og hugsa bara ég á að vera hérna, það er ástæða fyrir að ég er hérna og ég er jafn góð og þeir. Fólk er ekki að spá í því að ég sé kona þegar það kemur til mín í þjálfun, eða ég sé frá Íslandi eða ég tala ekki, þú veist, eins og þegar við erum með fyrirlestra og svona, þeir eru allir svo rosalega svona veltalandi og þú veist svona fræðilegir og svo finnst mér ég bara hér eitthvað, eitthvað svona frá Íslandi, þú veist. Þannig að það er svona, það er bara svona fjölbreytileikinn er flottur og við erum öll svo ólík og þeir minna mig alveg á það hvað ég er flottur þjálfari. Æðislegt, Þú ert á réttum stað. En hver er munurinn, svona aðalmunurinn á að þjálfa afreks og almenning? Það er í rauninni náttúrulega bara að afreksfólk, þetta er oft vinnan þeirra. Þau eru með einhverja svona bara sponsorships frá alls konar fyrirtækjum og bara lifa bara í þessu. Lifa og sofa og þú veist, þetta er svona þeirra daglegt lifibrauð. Ég var einmitt að vinna aðeins með Roman Krennikov sem er einn aðal, eða svona besti keppandinn í heiminum núna, einn af þeim og er í kringum marga, en já, það eru svona þessar öfgar sem við fórum kannski aðeins út í áðan. Þetta er náttúrulega ekkert svakalega hollt fyrir líkamann og andlega oft líka rosalega erfitt. Það er bara ótrúlega erfitt að komast á heimsleikana í dag líka. Þetta er mikil samkeppni og það eru margir sem vilja reyna að komast. Hvað komast margir núna? 50 eða eitthvað? Þetta er held ég bara 40. 40? Já, einmitt, í öllum heiminum. Já, og margir með drauma að komast og stundum þarf maður alveg að eiga svona erfið samtöl við fólk og bera saman eða sýna þeim á svart og hvítu til dæmis tölur bara sem þarf að ná í styrk og svo sýna þeim hvað þau eru með og þá bara, þú veist,
svolítið, ég ætla ekki að segja að drepa draumana þeirra, en samt svona bara þú þarft örugglega svona x langan tíma til þess að ná þessu og þessu og Já, þannig að þú ættir ekki að stefna heimsleikin núna heldur eftir 4 ár, kannski Já, eitthvað svoleiðis. já. Mhm. En já, svo er það kannski bara öðruvísi líka að afreksíþróttafólki sum þeirra vilja rosalega mikið náttúrulega stjórna, það er náttúrulega allir rosalega stressaðir er ég að gera rétt, er ég að gera nóg, en það er bara þess vegna þarf maður að vera svolítið góður þjálfari í það að nálgast fólk á réttan veg og fá svona þetta traust að bara heyrðu ég vil það besta fyrir þig. Það verður bara að leyfa mér og treysta mér og af því að það er ekkert alltaf betra að gera meira. Nei, maður er alltaf fundið það. Maður þarf að gera rétt frekar. Nákvæmlega. En já, það er svona aðal breytingin eða svona mismunurinn en annars er þetta bara svona frekar líkt líka. Það er bara mismundi áherslur með hvað fólk vill ná. Nákvæmlega. Mér langar líka aðeins að spyrja þig út í þessar áskoranir. Þú sagðir að þú elskaði að skora á sjálfa þig og fara út fyrir það draman og þú hefur heldur betur gert mikið af því í gegnum tíðina. Er eitthvað sem þú vilt svona nefna eða? Já, það var náttúrulega hann að Hell Weekend. Svo vorum við sem sagt já, mér finnst bara svo gaman að hafa eitthvað líka til að stefna til að æfa að keppti heimsleikunum og síðan fórum við, það er Rogue Challenge sem kallast The Standard sem er 24 klukkutíma róður á róðravél. Bara án þess að stoppa? Yes, en við erum í 4 manna liði. Já, ok. Já. Það er hægt að gera þetta sem einstaklingur og alveg nokkrir hafa gert það. En já, við vorum sem sagt 4 saman og gerðum þetta út í Finnlandi. Það var einmitt mjög frægur crossfittari með okkur líka sem heitir Mikko Salo. Já. Hann er með ædolum mitt. Sko. Já. Já, mynda mér með honum frá 2011. Einmitt, ég líka. Svo bara, þú veist, er ég bara alltaf að hitta núna. Gekka. Já, en hann er góður vinur sem sagt Rogue fjölskyldunar eða þannig, já. En svo þegar við byggum í Vietnam þá fórum við í svona mountain marathon. Þar sem sagt, það var geggjað, tókum einhverja rútu bara upp í fjöllin, rétt hjá Hanoi og hlaupum þar, byrjuðum klukkan 5 morguninn. Ég tók minni með 27 kilometra og ég held að Arnar hafi fyrir 42 eða 5 eða eitthvað hvað það var. Já, vá. Bara í þvílíkum hita og Mikil hækkun og mikið af skordýrum og einhverju dóti út allt. En sko, ég man líka að vorum á svona hrísgrjónaakri og það var alveg bara eldgömul kona með bara, ég veit ekki eins og hvað hann var að bera, örugglega einhvers konar hrísgrjónaplöntur eða hvað, það var alveg bara með risa svona eitthvað ílát á höfðinu og herðunum og er svona svolítið krúft yfir og ég er að hlaupa fram hjá henni og horfi fram hjá henni og hún brosir svo, og alveg tannlaus einhvern veginn þess að minnist þetta því að það var svo fallegt hann í kring og ég man bara, mér fannst þetta alveg geggjuð upplifun, bara að vera út í náttúrunni og samt svo heitt og svo erfitt og sjá einhverja krakka baða sig í ánni þarna og svo þegar ég er alveg að klára og kemur Viktor hlaupandi á móti mér, sonur minn, hann er þá held ég 8 og hleypur með mér síðustu held ég að sé 2 kílómetrana. Ég er alltaf að spyrja hann bara, er þetta ekki verið búið? Erum við alveg að vera komin? Ég var alveg svo þreytt. Og þá hafði hann sem sagt alltaf bara hlaupið síðustu 2 með alveg bara svona sko 20 eitthvað manns. Vá! Þannig að þeir endaði að gefa honum medalíu líka. Já, hann var svo duglegur að hlaupa og alltaf að hvetja áfram í mark. 10 kílómetra. Já. Þannig að það var geggjað.
gaman. En já, og svo náttúrulega fitnessið, það var alveg erfitt líka, tekur á. En hérna, svo í október þá fór ég halvan Ironman út í Portugal. Þetta var reyndar í annað skipti sem ég fór. En mér finnst bara gaman að breyta eins til og svona ekki bara vera í crossfit. Þannig að allt öðru að æfa fyrir Ironman. Það er bara svart og hvítt. Já, og svona, ég myndi kannski létta með aðeins meira ef ég var að gera þetta aftur. Mér langar alveg að prófa heilan einhvern tímann. En þetta er mjög skemmtilegt og svona öðruvísi krefjandi. Maður er alveg 6 klukkutíma að þessu, 6-7. En Arnar fór með heilan, hann er rosalega mikið líka í svona, við alveg þrífumst á því að gera svona erfiðis, að maður þurfi svolítið að fara svona inn á við já, bara, og klára. Hvað er að gerast í hausnum þegar maður er í svona áskorun? Sko, ég er rosa dugleg að peppa sjálfa mig bara eins og ég man þegar ég fór í halvan Ironman fyrst. Vissi ekkert hvað ég var að gera, var eiginlega nánast ekkert búin að æfa fyrir það nema bara crossfit. Hjólaði kannski aðeins af því ég var ekki mjög vön að hjóla. En ég man bara að ég var á hjólinu bara, vá, hvað flott maður, þið bara líður gett vel og segðu hvað fallegt inn í kringu þig og þú veist, það var svona meira, ég svona peppa sjálfa mig í hausnum. Svona í crossfit er það meira kannski svona ég ákveða að telja. Og bara ok, nú áttu bara 2 eftir og svo gerir bara 5-4-3 eða þú veist. Það er alveg búið. En ég finn það að ég er mjög svona jákvæð í hugunum. Ég er búin að æfa mig svolítið í því. Og það er einmitt það sem ég reyni að kenna strákunum mínum líka. Sko, þó að koma eitthvað mótlæti eins og ef að dómarinn setur eitthvað út á eitthvað sem þú ert að gera, það er miklu betra bara að þannig sé hlæja því og í staðan fyrir að kasta seipubandinu eitthvað eða vatnsflöskuna eða hvað það er. Þú veist, ég sé einmitt alltaf ef ég er að horfa á keppni að sá sem getur tekið mótlætinu þannig, ég veit frekar að hann mun vinna. Og ekki bara vinna æfinguna heldur sjálfan sig líka. Það líða betur með sjálfan sig. Það er bara svo geggjað að geta tileinkað sér svona hugafar. Það er bara, veist, ég þekki marga sem hafa verið bara, guð, hvernig þú eru að keppa í ólympísku lyftingum, að þú ert bara eitthvað einn á pallinum og ég hugsa bara, veist, ég spáði ekkert í því. Ég er bara ég og stöngin og ég fæ bara einhvern innblástur og bara ég get þetta. Ég horfi bara á stöngina og ég bara, veist, ég veit það ekki og þetta er bara ótrúlega dýrmætt. Ég held að það sé bæði meðfætt og æfing. Mér hefur alltaf fundist rosalega gaman að keppa. Ég fæ mjög mikil orku þegar fólk er að horfa á mig og er að hvetja og ég sé bara brosandi fólk í salnum. Það gefur mér rosalega mikið, alveg bara auka orku. Og mér finnst líka svo flott svona konur eins og þú sem fólk myndi segja þora, sem er kannski svona aðeins meira náttúrulegra eða svona bara sem þú hefur gaman að gera, en það samt er svo mikil inspirasjón fyrir aðra konur. Af því að einhvern veginn þá, erum við alltaf með þetta svona imposter syndrom eins og ég talaði áðan. Það er nefnilega aldrei of seint að byrja. Nei. Þú veist, elsti keppandinn á HM frá 93. Já. Það er svo geggjað. Elsta konan kannski 70 eitthvað. Þetta er bara... Og það er rosalega gott að keppa í einhverju eða svona vera með markmið í einhverju. Já, mér finnst það mitt. Að hafa einhvað að stefna að. Þú veist, það koma alveg dagar sem maður nennir ekki á æfingu. Maður er eitthvað, þú veist, en svo veit ég að því ég er búin, þá líður mér svo vel. Já. Og þegar maður er með að stefna að einhverju, þá er svo auðvelt að mæta samt. Já. Þó maður nenni ekki. Þá er maður líka með smá struksur svona, eða bara plan. Nú ætla ég bara með 3 fastar æfingar í viku sem bara ég fylgja þessu prógrami. Já. Og svo einu sinni mæti ég crossfit eins og í dag. Já. Með mér, ógeðslega gaman. Já, en það er kannski bara 2 í mánuði eða eitthvað. En já, þetta náttúrulega átti ekki að snúast um mig. En hvernig æfir þú? Bara svona... Já, ég fer yfirleitt í crossfit-stöðina mína á morgnana og þjálfa klukkan 9 og svo æfi ég
frá svona 10 til kannski hádegis. Já. Og já, þá ég svolítið bara að æfa crossfit. Annarkvort geri ég tímann sem við vorum með eða fylgi Mayhem Compete heitir það, svona keppnisprógram sem Mayhem gefur út. En já, ég hef alveg eitthvað verið að keppa í crossfit líka. Ég byrjaði svolítið á því aftur bara til að því ég fann að fólki í stöðin minni vildi prófa að keppa. Já. Og já, mér finnst bara að ég þurfi svolítið að vera fordæmi í því og svona, já, hjálpa þeim að vera með þeim í liði og svona, já, að því að fólk alltaf svona svolítið smeykt við það. Þannig að þá hef ég svolítið byrjað að keppa aftur í crossfit líka. Mér finnst það bara mjög skemmtilegt. Og já, ég skráði mig með okkar Brussels Throwdown hérna sem verður í september. Tók svona qualifiers eða svona. En gaman. Einhverju aldursflokkar eða þetta bara allt opin flokk? Það bæði, já. Þessi held ég 35 plus. Þannig, já, mér finnst bara gaman að hafa eitthvað. Eins og í fyrra var það þessi hálfur Ironman, þannig að það var aðeins öðruvísi æfingar. Og nú ég svona aðeins meira í crossfitinu aftur. Geggjað. Geggjað. Erum við ekki bara búin að fara svona yfir það? Jú. Helsta? Er eitthvað sem ég að gleyma að spyrja? Held ekki. Einhver svona heilræði fyrir fólk sem á krossgötum og hvernig það getur svona rifið sig upp úr ef að hugfarið eitthvað að fara í ranga átt? Já, sko, mér finnst bara að sýna sér svolítið mildi skipta mjög miklu máli. Þú þarft ekki að sigra heiminn en bara það svo gott að vera komin á þann stað að vilja líða vel. Fyrst og fremst andlega og náttúrulega þá kemur þetta líkamlega líka og þetta helst allt í hendur náttúrulega. En það bara svolítið að setjast niður á töflufund með sjálfur sér og hérna það svolítið skemmtilegt. Já, bara hafa svona svolítið fund með sjálfur sér hvað það sem ég get stjórnað, hvað get ég gert hvort sem það ok, ég þarf að sofa meira það mjög mikilvægt ég að borða nóg til dæmis bara til að hafa orku yfir daginn, þú veist, af hverju ég ekki að koma mér af stað, það kannski eitthvað í mataræðinu eða hormónum eða, þú veist, ég bara ekki glöð í lífinu yfir höfuð, bara svona svolítið taka stöðuna en líka að sýna sér mildi, taka bara lítil skref í einu. Það alveg rétt, sko. Finnst þér mataræðið vera, því nú ertu að þjálfa fólk svona einstaklings, finnst þér það vera stór þáttur sem fólk að glíma við til að ná árangri eða það oftast bara eitthvað allt annað? Það náttúrulega allir rosalega ólíkir þegar kemur að því en bara oft eru til dæmis íþróttakonur að borða alltaf lítið? Já, flestir sem að færa í þjálfun eru að ekki borða nóg. Og þá tekur maður bara skref. Fyrsta skref til dæmis bara einblína á að fá nóg prótein inn í fæðina. Og drekka nóg vatn til dæmis. Já, svo, og líka bara breyti ekki of miklu strax. Akkurat, litlu skrefin sem þú tala um. Já. Finna líka bara hvaða fæða henta þér, hvað þér líður vel af. En já, það bara rosalega misjafnt. Náttúrulega margir komnir á alls konar lyf í dag til að reyna að missa kíló sem að þá borðaði ennþá minna. Finnst þér það algengt? Finnur fyrir því? Já, alveg svolítið. Alveg að fá nokkra í þjálfun núna aðallega konur sem að láta mig vita að ég sé á einhverju lyfi sem að svona líkt við Ozempic og þetta. Já. En það var náttúrulega bara markmið að reyna að koma á þann stað að ég geta bara
sleppt í og Einmitt. Æjá, það er náttúrulega, maður hefur heyrt ok, heldur núna og svo tegum við aftur. Við erum alveg að vera búnar. Ok? Sorry, kallum mig. Sorry, Inga, það er mjög heimilislegt. Já, það er náttúrulega ekki gott ef að heimurinn er komin á þann stað að allir sko velji quick fix. Mér finnst það pínu erfitt. Ég finn það alveg sem heilsumarkþjálfi. Fólk vill alltaf lausnina núna og einhvern veginn nennir ekki að leggja inn vinnuna sem þarf til þess að árangri. Eða þá þetta eins og þú segir að sýna sér bara aðeins mildi, hægja á og líta inn á við, þú veist, hver er rótvandans? Af hverju næ ég ekki árangri sem mig langar að ná? Og svo er verið að búa til alls konar ný lyf núna og því að ég sjá náttúrulega að þetta er að virka og er vinsælt. Þannig að í rauninni, ég held sko að offita muni svolítið verið í útrýmingu sem er alveg þannig sé gott en það muni einhver önnur vandamál koma. Beinþynning og eitthvað sem maður bara passa að fólk sé þá að gera styrktarhæfingar með þessu og sé að fá nóga næringu. Algjörlega. Það er svo sorglegt. Ef þú taka til lifurt aldrei svangur, það er ekki skrítið við léttist, það borða ekki neitt. En hvaðan er þessi kíló að fara? Já, og líka oft með svona ofþyngd og þannig, þá er þetta eitthvað sálrænt. Þannig að það er að passa sig að vinna í því líka. Einmitt. Æjá, þetta er svona svolítið nútíma vandi. Vant að heyra ef það sé kannski að stefna í aukningu. Maður er einhvern veginn bara svo fastur í sinni búblu hérna. Já. En hérna, mér langar ég með smá, bara pínlitla gjöf hérna í lokin, handa þér. Þetta er Nutrileng, þekkir þetta? Já, ég hef heyrt þetta. Æðislegt. Þetta er mest selda liðbætiefni á Íslandi. Heiði, takk fyrir. Ég hef verið að taka þetta sjálf og þetta ég hef bara, fólk spyr oft, ertu slæm í hnjánum? Það þurft að lyfta svona mikið. Ég hef bara aldrei fundið fyrir þeim. En ef ég sleppi þessu í svolítið tíma, þá finn ég samt svona þreytu og svona marr í hnjánum. Þannig að ég finn persónulega allavega að þetta hjálpar. En það er hérna, þetta hefur, þú veist, veitir einhvern svona náttúrulegan stuðningur í lið og brjósk og er gott fyrir fólk sem er með virkan lífstíl eins og þú. Og hérna, já, og bara þegar ég veit að þú varst með smá vandamál þá. En allavega hefur þetta hjálpað mjög og hnjám mikið. Allt liðbrjósk og bein, sko. Maður er búin að vera alveg bara frekar heill svona með við allt sem maður er búin að setja á líkamann sinn. Já, en er það ekki bara þegar þú lifir hallu lífi? Jú, ég bara passa mig mitt sýnir sjálfur mér mildi og passa mig að bara sofa eins lengur en mér finnst ég þurfa þess og ég er ekkert að stressa mig að ná inn á æfingu, þú veist, eins og til dæmis þegar ég kem til Íslands, ég á rosa marga vini sem eiga líka sveitastöðar hérna, þannig að maður svona passa sig að fá date með öllum, en já, maður er ekkert að stressa sig. Ég veit samt að mér mun líða betur ef ég fer á æfingu, sem er náttúrulega frábær staður til að vera á í lífinu, en ég er ekkert að rífa mig niður ef það næst ekki. Kannski skemmtilegt í lokin. Já. Ertu með einhverja góða svona í kollinum ferðaæfingu? Því að þú ferðast svo mikið. Eitthvað svona go-to sem fólk getur gert? Já, sko, ég held bara ef þú tekur til dæmis einhverja 5 æfingar, segjum bara arbeigur og uppsetur, framstig, til dæmis svona axlapressu arbeigur og eitthvað burpees bara til dæmis. Og ef þú gerir svona EMOM sem að þýðir á hverju mínútu og þú getur til dæmis unnið í 40 eða 50 sekúndur og þá farðu svona 10 sekúndur smá bríðar, þá getur gert þetta bara í 20 mínútur, eitthvað svoleiðis. Það er rosa gott að hafa eina æfingu á einni myndi, svo næstu æfingu, næstu myndi, já. Ég held að það sé mjög gott að hafa svona tíma sem að stjórna sér svolítið. Maður gerir oft meira eða ýtir sér aðeins svona meira ef maður er með tíma í staðinn fyrir að hugsa, ég þarf að gera 20 af einhverju eða þú veist, það bara gera eins og þú getur innan x ramma. Bara flott æfing. Geggjað. Æðislegt. Takk Inga fyrir að koma og í spjall og gefa þér tíma. Æði, takk fyrir að Stutta fríinu þín inn á Íslandi. Já, bara æði.
Það er dásamlegt. Takk fyrir. Takk.